Nú erum við búin með Vegforritun 2 og þið eru samt bara rétt að byrja af því að þó svo við sem búin að skoða afskaplega mikið af mjög mismunandi og mismunandi verkefnum, mismunandi tólum, mismunandi leiðum til þess að vinna á vefnum, þá er í raun til alveg gífurlega mikið af meiru og hægt að fara miklu dýpra í mjög marga af þessum hlutum. Og þetta er mjög skemmtilegt að vinna við vegforritun og það er rosalega mikið að vera, það er alltaf eitthvað að gerast og ef að þið hafið áhuga á að fara eitthvað dýpra þá hef ég verið að bæta við ítrefni fyrir hvert fyrirlestur sem við farið í, þar sem við getum bara kafað enn dýpra í þessa hluti sérstaklega. Og svo gott að vera að fylgjast með einhverjum bloggum. Það eru svona einhverjir þarna úti sem að skrifa eitthvað áhugavert og það eru vefir og einhver podcast líka sem að fara yfir bæði það sem svona nýtt og heitt og svo bara eitthvað svona gamalt og gott og vera að kynna nýja hluti eða eitthvað sem að búið að vera þarna á tímanum, bara fatta aldrei að vera hægt að nota svona hins veginn. Og síðan það er kannski ekki voðalega mikið upp á síðkastið en það svona af og til eru hittingar, til dæmis hjá SVEF, samtökum vefinaðarins, þar sem verið að fara yfir hvernig fólk að gera, hvernig verkefni búið að vera að vinna og það var allir senasti hittingur, þá voru þeir Ragnar Freyr og Kristján Ingi Mikaelsson sem að bjóð til dæmis til apis.is sem þið hafið notað. Voru að fara yfir það hvernig þið byggu til verkefnið Vegan Iceland sem app sem við byggum til þess að sýna fólki hvar eru staðir sem bjóða upp á veganrétti nálægt og þeir fóru afskaplega grundigt í þetta. Þeir bara, Kristján forritari, Ragnar hönnuður og þeir settust bara, voru hann eitthvað að ræða saman, voru báðir búin að spá í þessu og ákváðu að búa til app í september í fyrra og þeir fóru bara yfir allt það sem ég gerði frá því að þeir byrjuðu með þessa hugmynd og þannig til að koma sér í loftið þannig að 3. janúar þar sem var kynningadagur fyrir veganúar og bara alveg frá því hvernig þarf að hanna þetta, hvernig þarf að hugsa með gögn, hvernig við búið til eitthvað API, hvernig við að setja upp bakendan okkar, hvernig við að setja inn gögnin, hvaða gögn þurfum við, hvaða veitingastæður, þegar ég er búin að vita að veitingastæður svona, hvernig á ég að vinna með opnunartíman á honum, hvernig á ég að vinna með myndir, hvernig að vera með gallerí fyrir hann og þetta var rosalega áhugavert en það voru bara 15 manns mætt eða eitthvað slags þannig að þetta rosalega góð staður bæði til þess að læra bara hvernig fólk að vinna og bara til þess að hitta líka aðra sem eru í bransanum. Það voru margar gamlar kempur og þetta bara gott, bara ef maður mætir sér einhver andlit og hlustar og jafnvel chatta við eitthvað fólk, það er mjög góð leið til þess að komast inn í bransa hérna heima og síðan eru þessi 4 eru svona vef-tímarit, blogg-tímarit eitthvað sem gefa út mjög mikið af greinum sem eru bæði svona nýjasta tækni og vísindi verið að kynna einhver tól sem getur hjálpað manni, verið að kynna eitthvað svona soft skills, hvernig á maður að vinna í verkefnum, hvernig á maður að vinna með remote starfsmaður, hvernig á maður að gera svona hitt og þetta. Listapart er elsta tímaritið sem hefur verið að gefa út vefmál og Smashing er með svona alls konar, þau reka líka fyrirlestra eða líka að Listapart og ég fór á Smashing Conf hérna í Barcelona í fyrra, sem var mjög skemmtilegt. Þá ef þið hafið tækifæri til þess að fara á eitthvað svona, þá oft bæði einhverju svona stúdentamiðar í boði og hægt að fá svona spons líka ef maður eitthvað koma langt að, ef maður sækir og eða jafnvel ef maður vil tala, það er alltaf möguleiki líka, hvort sem það er heima á einhverjum minni eventum eða einhverju stærra. Og svo hefur verið haldið heima Iceweb núna, seinustu ár, af SVEF, sem þá kannski svona líklegasta leiðin til að heyra einhverja svona erlenda fyrirlestra heima. Brad Frost sem bjó til Atomic Design
hugmyndafræðina, svona, hvernig við getum byggt upp og búið til svona style guides og svona, hann var að tala núna í febrúar á Iceweb. Síðan hérna Syntax sem podcast sem ágætt. Það yfirleitt mjög svona stuttir, hnitmiðaðir þættir, sem bara verið að fara yfir eitthvað eitt topic. Það eru 2 gaurar sem vinna við það að búa til bara tutorials. Þeir eru bara að vinna mikið með React þessa dagana, þannig að það mikið svona React fókuserað þarna. Og ef þið viljið síðan halda áfram að skoða hvað að gerast í React, sem náttúrulega bara búið að vera svona það sem mest notað og mestu kraftur í þessu community, web-community þessi seinustu ár og í rauninni ekkert að dala, þá þetta skoða GraphQL sem ný leið til að útbúa fyrirspurnir ofan á API í staðinn fyrir að nota REST, og það þetta skoða Gatsby sem Static Site Generator sem virkar þá svolítið eins og Next með export virkninni, nema að við keyrum bildskrifið okkar og bildskrifið okkar býr til allan vefinn okkar, bara segjum HTML, CSS og JavaScript. Það sem þá notandinn í raun bara lótar þessu upp, og þetta bara þá eins og vefir sem maður gerir í Web 1. Þeir eru bara allir með öllu þarna þegar við keyrum þetta upp. En við höfum síðan möguleikann á því í raun að grípa inn í eftir að það búið að lóta þessu á klæðinum og gera eitthvað meira. En aðal svona pælingin þarna á bakvið að við erum ekki með neitt server, og ef við erum ekki með neitt server þá þetta allt bara ógeðslega hratt, og því að serverinn alltaf að fara að hægja svolítið á því að vinna með gögnin okkar. Þannig að í staðinn fyrir að vera með síðu sem sækir eitthvað úr Postgres, þá keyrum við í bildskrifinu skriftu sem keyrir og sækir allar greinarnar okkar úr Postgres og býr bara til static útgáfur af öllum síðunum okkar með öllu contentin okkar, búið til í gegnum React. En í raun það þarf síðan ekkert, klientinn þarf aldrei að, þegar einhvers fyrir á vefinn okkar, þá þarf hann aldrei að sækja eitthvað í Postgres. Þannig að það bara því pura beint út og hlutinir keyra mjög hratt. Og svo náttúrulega React Native, þannig að þá getum við notað React, af því að eins og við sáum, React í raun bara, ekkert bara, React leið til að búa til þetta tré yfir það hvað við erum að búa til, og í raun hvernig við síðan rendurum það út í eitthvað umhverfi bara síðan útfærslu atriði, þannig að við erum með React DOM til þess að útfæra þetta fyrir DOM-ið, en React Native í raun síðan með 2 aðra svona renderara, einn fyrir iOS eða fyrir iOS og annan fyrir Android. Það sem í raun ekkert verið að búa til eitthvað vef, það ekkert verið að búa til eitthvað vefpart inn í iOS, við getum að búa til eitthvað upp sem ekki að nota í raun default virknina í iOS, það bara verið að þýða React komponentan okkar yfir í iOS komponent, þetta ekki komponent, bara iOS hugtök, iOS kóða, þannig að þetta í raun bara eins og að vera að skrifa í iOS á þess að þurfa að nota þá Swift eða Objective-C, og við getum gert það sama fyrir Android, og við búum bara til upp svona tiltölulega hratt og örugglega sem virkar bara mjög vel. Það til dæmis, þeir notuðu þarna fyrir Vegan Iceland, notuðu React Native og með Expo sem leið til þess að vera bara up and running eins hratt og við getum gert með Create React App. Og síðan getum við skoðað svona CMS, Content Management Systems, sem þetta verkefni að ef þið farið núna og ætla að búa til VF fyrir einhvern og viðkomandi ætlar síðan að segja en hvað ef við vill breyta þessari mynd, og þá segir þið þú hringir bara í mig og ég gerir bara nýtt pull request á GitHub og púsa þessu svo live í gegnum Heroku og fólk bara eitthvað og þá býst það náttúrulega við því að geta loggað sig inn í eitthvað kerfi, og þá gætið þið hugsað ég bý bara til mitt eigið kerfi, en therein lies madness, ég mæli alls ekki með því, ég hef búið til minn skerf af CMS-kerfum og það ekki eitthvað sem ég mæli með, nema þessu rosalega áhugasöm, þá rosalega góð leið til þess að læra, en aldrei búa til með það að markmiði að fara að nota í production einhverstaðar. Og það sem að við upp í vinnu hjá mér erum að nota rosa mikið núna svona headless eða decoupled CMS-ar, þar sem að við í raun setjum ekki upp eitthvað svo WordPress, þar sem ég setjum WordPress og verð síðan að nota WordPress template og skrifa allt dótið mitt í PHP, heldur eins og í Prismic þá bý ég til skemu í einhverjum bara bakenda hjá Prismic og bý til svona struktúruð gögn,
þannig að ég fæ bara eitthvað, hérna er eitthvað product sem ég ætla að búa til og síðan fæ ég þetta hérna item úr gegnum API og þá í raun með hérna aðskilið, þannig hauslaus að því leiti að ég get látið kúnnan minn fá aðgang að Prismic, kúnninn getur farið inn og skrifa hérna vara mín, hún heitir þetta og eitthvað svoleiðis og svo notum við API-ið sem forritarar frá Prismic, tengjum þetta allt saman, þannig þá í raun hægt að hérna búa til bara eins og við erum búin að gera þessi verkefni með okkar eigin API, nema við erum bara að nota einhvern API frá einhverju þriðja aðila. Og þetta virkar rosalega vel og hérna leyfir manni að búa til vefi sem að kúnninn getur farið og breytt eins mikið og við viljum í raun leggja vinnum í að hluti sig hægt að breyta. Við getum haft það þannig að það sé bara hægt að bæta við fréttum eða það sé hægt að bæta við fréttum og breyta leiðakerfinu og búa til nýjar custom síður og alls konar. Og þetta er með eins og hérna, við getum sótt bara starter kit, development kit fyrir React og við getum verið komið með eitthvað sem virkar bara á einum degi og er mjög fínt. Og Contentful er svipað. Við fórum aðeins betri yfir þetta í fyrra, þannig að þið getið kíkt á hvað sem við vorum að skoða þá. Og svo er önnur tækni eins og Vue sem við slepptum við að fara yfir í ár eins og í fyrra. Og annað, ef við erum búin að taka forritunarmál og hafið forritað í OCaml og eru að hugsa, getið ekki forritað meira í OCaml og getið ekki blandað þið saman við vefinn, þá getið þið það með því að nota Reason. En það er hérna mál sem leyfir okkur að nota bara skrifa í OCaml og síðan er það bara þýtt yfir í JavaScript. Og það er svona búið að vera að hérna bæta við þessu fylgjendum. Og það eru einhverjar vefstofur hérna heima sem eru að bara nota Reason að eiginlega held í mestu leyti í sínum verkefnum. Þannig að það er ekkert ónýtt að vera búin að kynna sér það og búa til eitthvað. Og þá náttúrulega ef þið farið sinna fyrkt í ykkur svona, búið til eitthvað leik eða eitthvað og hendið í sína GitHub, þá er það er alltaf plús í kladdan þegar þið farið síðan að reyna að koma ykkur inn einhvers staðar. Svo testing. Það er aftur eitthvað sem ég hefði viljað eða meiri tíma í eða fara bara yfir höfuð en svona ákvað að sleppa. En Mocha og svo Jest sem er hérna svona orðið eiginlega vinsælasta í dag sem að leyfir okkur líka að testa eins og React komponentun okkar og er það sem að kemur uppsett í Create React App þegar við setjum það upp. Þá getum við keyrt og búið til Jest test og við fórum aðeins yfir þetta í fyrra líka. Og síðan ef þið viljið kannski minna vera að vinna svona í bakendanum, viljið kannski meira fara aftur í framendan og vera að skoða ykkur, gera eitthvað nýtt spennandi þar, þá er þetta hugtak Progressive Web Apps, PWAs, sem er búið að vera til núna í nokkur ár, en er núna alltaf verið að ýta meira og meira undir. Google er mjög mikið að pússa þessu. Þetta er svona reglífur hugtak yfir það að nota þessi nýju vef API til að bjóða upp á aukna virkni og ef við síðan kúplum það með Progressive Enhancement, þar sem við búum til eitthvað verkefni og svo bætum við hana eins og tækin styðja það, þá getum við verið með vefi sem hefði fyrir kannski 2-3 árum, eina leiðin hefði verið að búa til eitthvað native app, þannig að ég getur búið til vef sem getur talað við kamerana mína, getur talað við location services, getur talað við push notifications, ég getur búið til vef sem gerir allt þetta. Ég þarf ekkert að grípa í app og hérna, þá er náttúrulega samskapið með einhvern vef sem ég get bara, ef við fer inn á example.org á desktop-vélunni minni, þá get ég gert svona, en ef við fer inn á webnum, inn á einhverju móbiltæki, þá fæ ég bara aukna og aðra virkni. Þannig að það er mjög spennandi og er í raun svona það sem er einna mest spennandi finnst mér núna í dag og ég ætla að fara að fikta í núna í páskarfríinu, skoða betur. Það er sem þess að geta verið með offline vefi. Ef þau sé vefi þar sem við farið inn á og það kemur hérna, hey, viltu adda þessum vefi inn á homescreenið þitt? Þá getur gert það og þá getur verið með vef sem er með offline virkni í gegnum service workers og getur þá verið með einhverja flóknari JavaScript virkni sem að virkar. Þannig við getum búið til leik í JavaScript og gert þannig að hann virki bara offline og virki bara eins og app. Og það er mjög spennandi framtíð og minn draumur er svona að eftir
segjum svona 5 ár, þá verði í raun bara app sé eitthvað svona sem að miklu meira miklu minna notað en í dag. Þegar öll þessi hlutir sem við erum að nota app, við erum að nota Instagram eða Twitter eða eitthvað svona þessi daglegu app sem við erum að nota, þá eru að skrifa með PWAs bara mjög svipuð upplifun. Hún ekki alveg nákvæmlega eins, en hún mjög svipuð og við þurfum ekki að vera að sækja eitthvað app. Þannig að þetta leysir líka þetta eitthvað, hey, með nýja þjónustu, þú ert bara að sækja þetta app og bara þröskuldurinn að segja, þú ert að sækja app, þá bara eitthvað, nei, ég nenni því ekki, ég ætla ekki að skoða það. En ef þetta bara að fara inn á einhverja vefslóð, þá það allt annað. Og ef til dæmis notið Twitter, þú getur prófað að nota bara twitter.com í browser, það PWA og í raun bara alveg sambærilegt við Twitter appið. En þetta á iOS það aðeins betra appið en til dæmis á Android. Á Android þá nota ég bara twitter.com en ekki Twitter appið. En þetta mjög spennandi allt saman.